Nú starfa 30.000 manns í íslenskri ferðaþjónustu hjá þúsundum fyrirtækja í öllum geirum greinarinnar. Hvers vegna ætti þetta fólk að kjósa Miðflokkinn í komandi alþingiskosningum? Ég held að það sé nú margþættar ástæður fyrir því, en kannski svona fremst í röðinni þetta þessi ofuráhersla sem við erum að leggja á það að rekstrarskilyrði fyrirtækja batni, sem gefur svigrúm til að bæta hag starfsmanna og styrkja fjárfestingar fyrirtækja og þar fram eftir götunum. Fremst í röðinni á öllum þessum atriðum að ná stjórn á ríkisfjármálunum. Leið og við náum stjórn á ríkisfjármálunum, þá munu verðbólguvæntingar, verðbólga og vextir í framhaldinu falla eins og steinn. Það í rauninni það mikilvægasta sem við gerum til skamms tíma. En síðan þegar við horfum til lengri tíma, þá leggjum við til og erum að horfa til þess að einfalda mjög rekstrarumhverfi fyrirtækja, svona báknið burt nálgunin, þar sem við leggjum til atlögu við alla þessa gullhúðun eða blýhúðun eða hvað sem fólk kýs að kalla það á regluverki sem kemur hingað á færibandinu frá Brussel. Við viljum að fyrirtæki sé að verja orkunni sinni í að gera það sem að veita þjónustuna, sem kjarnastarfsemi þeirra, selja vöruna, betri vöru á lægra verði eða ná bara betri árangri í rekstri. Þetta það sem að skiptir svo miklu máli fyrir meðal annars þá sem í ferðaþjónustunni. En fremst í röðinni þetta að ná stjórn á efnahagsmálunum. Og þannig verður rekstrarumhverfi fyrirtækja í ferðaþjónustu betra? Já, það verður betra út af lægri vöxtum, einfaldara regluverki og síðan skiptir máli sérstaklega þegar við horfum til ferðaþjónustuna að horfa til þess bara hversu mikilvæg hún hefur verið fyrir okkur. Bara ferðaþjónustunum var algjört lykilatriði hvað viðspyrnu varðaði eftir bankahrunið. Og það enn og hefur náttúrulega bara gætt samfélagið og lífi í sveitum og svona þessum dreifðari byggðum lífi sem væri engar forsendur fyrir ef ekki nyti hér þessar öflugu ferðaþjónustu. Ferðaþjónustan skapar gríðarlega skatttekjur fyrir ríkissjóð, hvort heldur sem í formi gjaldeyristekna eða annarra skatta. Ætlar Miðflokkurinn að hækka eða lækka skatta á fyrirtæki í ferðaþjónustu? Heilt yfir lækka, bara eins og öll önnur fyrirtæki. Ef þú ert kannski í að sérstaklega virðisaukanum, þá teljum við að við höfum að vera bara í sama takti og við höfum verið. Við erum ekki að leggja til hækkun virðisauka eins og sumir flokkar gera nú stundir. Við verðum að meta það í rauninni þessi miklu áhrif sem að ferðaþjónustan hefur á til að mynda bara gengi gjaldmiðilsins. Ef að ferðaþjónustuna nyti ekki við, þá væri gjaldmiðillinn veikari nú stundir sem ýtti enn undir verðbólguþrýsting ofan á þau vandamál sem við áttum við að glíma núna í svona kjölfar ákveðinnar óstjórnar í ríkisfjármálunum. Þannig að allt spilar þetta saman og ferðaþjónustan spilar mjög mikilvægt hlutverk þarna bara augljóslega hvað varðar bara almennan hag landsmanna gagnvart gengi krónunnar. Þið segir að þið ætlið ekki að hækka virðisaukaskattinn á ferðaþjónustuna. Eru þá að horfa á samkeppnishæfni Íslands sem áfangastað fyrir ferðamenn vegna þess að virðisaukaskattsþrepið í nágrannaríkjunum á svipuðum slóðum og hér? Þetta snýst allt samkeppnisstöðu. Það ekki bara í ferðaþjónustunni. Það bara í öllum atvinnurekstri, orkumálum og svo mætti áfram telja. Þetta snýst allt samkeppnishæfni. Og ég held að hún sé nú ég myndi halda að ferðaþjónustan sé hvað viðkvæmust fyrir akkúrat því, bara í ljósi þess hvernig fólk tekur ákvörðun sín ferðalög og hversu auðvelt það að hnika Íslandi til á listanum yfir næstu staði til að heimsækja. Hvernig sjáu þið hjá Miðflokknum að hægt sé að bæta og efla samkeppnisstöðu Íslands? Það með því að auðvelda fyrirtækjum að verja allri sinni orku í að veita góða þjónustu og góðu verði. Í dag eru fyrirtæki landsins upp til hópa upptekin það að sinna einhverjum dyttum eftirlitsaðila sem að litlu skila og nema þá helst kostnaði. Þannig að þetta nú eitt af því sem að þyrfti að vinda ofan af. Síðan þurfum við þetta að horfa til þess að svona þessar leiðir inn til landsins sem að stæðstu hluta flugstöðin í Keflavík. Þetta sé að sinna sínu hlutverki til að styðja við og ýta undir. En síðan hvað landsdekkandi sjónarmið varðar, þá held ég að við þurfum líka að styðja við það bæði að verja það sem vel hefur verið gert, en líka aðstoða svæði sem myndi kannski teljast sem kaldari svæði í dag við að komast inn í rútínu þeirra sem hingað sækja. Nefnin landamærin. Þið viljið koma einhvers konar böndum á innflutning í gegnum landamærin, þá á
innflytjendum, ef ég skil þig rétt? Þetta nú margþætt, sko. Það eru verndarkerfið, sem sagt hælisleitendurnir, síðan eru þetta þeir sem hingað koma í gegnum bara vinnumarkaðskerfin og það má ekki grauta þessu tvennu saman. Ég held að það gerir báðum hópunum ógagn, bæði þeim sem hingað sækja á grundvelli hælisleitendakerfisins og þeim sem hingað sækja til að leita sér vinnu. Ef við horfum til þeirra sem að koma til Íslands og starfa hér skemmri eða lengri tíma, þá þetta 50.000 einstaklingar sem eru innflytjendur og starfa hér á íslensku vinnumarkaði. Auðvitað stór hluti þeirra bara orðinn hluti af íslensku samfélagi, sko, ekki þessi svona farandsstarfsfólk, ef ég leyfi mér að nota það orð. Já, algjörlega. Þetta 13.000 manns í ferðaþjónustu, 3.500 í sjávarútvegi og 13.000 í iðnaði, 8.000 manns bara hjá hinu opinbera. Munu ykkar tillögur hafa einhver áhrif á ferðaþjónustuna? Það í öllu falli ekki neikvæðir í þessu samhengi, held ég að sé óhætt að segja. Áhersla okkar á stjórn á landamærunum hefur auðvitað að stæðstum hluta hverfst stjórnleysi sem hefur verið í hælisleitendamálunum. Hvað varðar vinnuafl sem hingað kemur, hingað sækir, þá þetta þannig að þetta bara partur af því samfélagi sem hér hefur byggst upp, að hér sé mikill fjöldi fólk sem kemur erlendis frá, sem annars vegar kemur hingað til langdvalar og verður partur af íslensku samfélagi, nú eða þeirra sem eru hér til skemmri tíma. En í báðum tilvikum þá það þannig að sko, við höfum, svo ég taki dæmi, þá höfum við verið að gagnrýna það að til að mynda hér sé hundruðum árlega vísað frá iðnnámi. Þú veist, það þessi skekkja í svona kerfunum hjá okkur sem við höfum verið að gagnrýna. Þannig að á sama tíma þurfum við að setja meiri áherslu á innflutning í þeim starfsstéttum sem við sinnum ekki að mennta. En ég held að það sé ekki atriði sem að svona herma beint upp á ferðaþjónustuna og þá þjónustu sem þar veitt nema þá mögulega sko kannski í einhverju marki tengt veitingaþjónustu, annars ég treysti mig til þess að fara út í það í smáatriðum. Og þá út frá því að það mögulega vanti fleiri menntaða hér heima, sko. Og það eitthvað sem við viljum og eigum að styðja við. Við viljum styðja við fólk sem vinnur með höndunum. Gott að heyra. Og líka að þið viljið efla inn og verknám. Já, já. Ferðaþjónustan hefur haft mikil og góð áhrif víða á land og ekki síður í hinum dreifðari byggðum. Hvernig sjáu þið í Miðflokknum fyrir ykkur að svona ýta enn frekar undir það? Það kannski svona hvað stóru myndina varðar á grundvöllum þess sem við köllum Ísland allt, sem byggðastefna Miðflokksins og gengur út á það að það sé svona verið að jafna stöðum milli svæða þannig að bæði þjónusta og annað sé ínáanlegri fyrir þá sem á fjársvæðunum búa. Og þetta auðvitað eitthvað sem að ferðaþjónustan hefur kannski verið að gera sjálf á undanförnum árum og svona áratug að sem sagt byggja upp og veita þjónustu á svona strjálbýlli svæðum sem engar forsendur voru til að veita áður. Þannig að við sjáum bara með þeim árangri sem hefur náðst í ferðaþjónustunni að það hægt að gera þetta víðar. Segjum sem svo að þú hittir aðila sem á leiðinni á kjörstað, mögulega rekur hann lítið fyrirtæki í ferðaþjónustu. Hvað myndirðu segja við þennan aðila áður en hann fer að kjósa og hvernig myndirðu svona kjarnastefnu Miðflokksins í stuttri lyfturæðu? Gagnvart ferðaþjónustunni eða almennt? Ferðaþjónustunni. Ég ætla að byrja á ferðaþjónustunni, svo ætla ég að taka hitt. En gagnvart ferðaþjónustunni, þá viljum við þetta bara að sko, við metum þetta ótrúlega framlag sem ferðaþjónustan hefur veitt íslensku samfélagi. Þetta gjörbreyting í öllu tilliti, bæði hér í þéttbýlinu á höfuðborgarsvæðinu, þar sem við erum að taka upp þetta viðtal, og líka út hinnar dreifðu byggðir. Það óskiljanleg afstaða sumra framboða að það að lempa, hafa hemil á og draga mögulega úr ferðaþjónustu hér á landi. Það algjörlega óskiljanlegt og hefur víðtæk áhrif sem ég held að sumir flokkana sem nú gefa kostasviti til Alþingis bara átti sig ekki á. Ég held að við séum að horfa, við þurfum að meta þá stöðu sem að náðst hefur, verjana og auðvelda ferðaþjónustunni að bæta í. Við þurfum að einfalda regluverki þannig að menn geti eytt tíma sínum í að veita þjónustu og framleiða vöru sem er kjarnastarfsemi og við eigum að lækka álögur og gjöld og af gullhúða eins og nokkur kostur er. Bestu þakkir, gangi ykkur vel.